Góðan daginn. Takk kærlega fyrir að fá mig aftur, Kári. Og ég tek bara undir orð Elísu að það var mikil heiður fyrir mig að fá að koma hingað í dag í þessu yndislega veðri og kynna bókina mína, Ástríða fyrir leiknum. Ástæðan fyrir því að ég skrifa þessa bók eru alveg fjölmargar. Amma mín heitir Margrét Sigurjónsdóttir, það er ykkur sem kannast kannski við hana. Hún hélt út í svona úrklippubókum og var mjög dugleg að Ómar að klippa út blaðagreinar sem þú hefði meðal annars skrifað velgengni okkar, stelpnanna á yngri árum og síðan þegar yfir í meistaraflokkinn var komið og þessar bækur voru farnar að telja einhverja 7 mjög svo þykkar bækur af úrklippum. Þannig í raun og veru var sagan löngu sögð, það þurfti bara að raða úrklippunum hennar ömmu saman í eina góða sögu og úr varð Ástríða fyrir leiknum. Ég myndi ekki segja að það væri ævisaga þó að útgáfufyrirtækið Salka viljist nú meina það að þetta sé titluð sem ævisaga en ég er nú bara 39 ára gömul og vil frekar meina að þetta sé íþróttasaga. Af því að sagan auðvitað fjallar það að þú veist, frá því ég fæðist hér og elst hér upp þangað til að ég svona lík mínu fótboltaferli og eðlilega litast sagan svolítið af því og íþróttunum því að það er áttu auðvitað hug minn allan og hafa einhvern veginn alltaf gert. Alice mín, viltu fara aðeins til pappa? Smástu, það er hér. Já. Það sem ég langaði líka að gera og hugsaði mikið til þegar ég var að skrifa þessa bók var að ég var því meira ekki mikill lestrarhestur sem ung stúlka. Ég ætla að gefa mig þó þann vafa á að þegar ég var í kringum 20 þá fór ég til augnlæknis og hann greindi mig með sjón eða ekki sjón pluss 4,75. Þannig að ég hef eflust ekkert séð neitt sérstaklega vel á bækurnar því ég var ung. Þannig að það var kannski ekkert skrítið að mér fannst ekkert rosalega skemmtilegt að lesa. Bræður mínir lásu alltaf mjög mikið og ég skildi ekki þetta áhugamálið þeirra að sitja upp í sófa með Andresa andablöð og lesa. Ég hafði mun meira áhuga á því að vera úti við og vera út á fótboltavelli eða á æfingu þó þeir hafa nú líka stundað íþróttir en það hefði samt verið oft gott að geta fundið svona meiri ró og frið og geta einmitt sest niður með bók og það var kannski líka ástæðan fyrir því að mér langaði að skrifa bók að þetta er eflaust bók sem ég hefði beðið foreldra mínum að kaupa þegar ég var ung og líka bara á miðjum aldri því að ég hef alltaf gaman að því að lesa sögur fólks, reynslusögur, auðvitað íþróttasögur ennþá skemmtilegri en ég hef líka bara mjög gaman að því að lesa sögur og upplifanir fólks sem hefur gengið í gegnum alls konar. Ég er auðvitað bara ennþá unga árum og svo margt eftir ólært og er bara spennt fyrir framtíðinni en þetta er svona allavega bókin svona frá degi 0 til svona 40. En auðvitað litast mikið af bernskunni og uppvaxtar árunum og það er ótrúlega gaman að fletti í gegnum bókina af því að hún er mjög svo skemmtilega myndskreytt, það er mikið af myndum og svo eru auðvitað úrklippunar hennar ömmu alveg sko ómyndalegar og gefa bókinni skemmtilegt svona, hvað ég segja, svona twist, eða svo maður segja. Mér finnst svona, og margir hafa ég vel að hlusta svolítið á bara hvað fólk hefur sagt. Það mér finnst oft erfitt kannski að dæma eigið verk. Ég veit ekki hvort að Elísa tengir við það, en það er svona mín upplifun og fólk hefur talað að letur er gott, sérstaklega fyrir svona unga lesendur. Hún er þannig að maður getur svolítið gripið í hana, maður þarf ekki að lesa hana einhvern veginn staf frá staf, blaðsíðu til blaðsíðu. Þannig að það er hægt að grípa bara í hana að lesa einhvern ákveðinn kafla. Hún er auðvitað fjölbreytt, hún er saga en hún er líka, ég birti til dæmis dagbókarskrif og við Elísa vorum einmitt að ræða áðan hvað minningar geta verið skrýtnar hjá manni að manni finnst maður ekki muna neitt og maður er að reyna að rifja upp hvað gerðist þegar maður var 10, 12, 13 ára en svona þegar maður skrifaði dagbókarnar þá getur maður farið aðeins aftur í þær og þær kannski
ef maður lesa svona eftir og finnst manni svolítið svona ákveðin berskjöldun að flengja þeim fram. En svo eru þær bara einlægar og þær eru bara skrifaðar á þeim tíma sem að maður á hverju sinni og ég held að allt sem einlægt sé erfitt að dæma á neikvæðan hátt. Þannig að ég ákvað bara að henda mínum dagbókarskrifum inn í bókina. Ég er líka með fræðslu, þar sem ég er með það er svona merkt sérstaklega, þar sem ég tala svolítið til, sérstaklega yngri einstaklinga og ungs fólks, svona bara hvað hjálpaði mér á erfiðum tímum, hvernig ég hef viljað kannski gera hlutum stundum betur eða öðruvísi, svona hálfgerð fræðsla. Og ég starfa líka í dag sem íþróttasálfræðingur og sálfræðingur og vinn mjög mikið á þessum vettvangi með svona þessa andlegu heilsu. Og þessi fræðslupunktar eru svolítið inn á þeirri línu, svona andlegu heilsunni og hugrekkinu og sjálfstraustinu og því. Þannig að, og svo er líka fólk í bókinni sem að skrifa mig og það er alltaf mjög skemmtilegt að sjá hvernig aðrir upplifðu mig og minn ferill og þá hópálið sem ég var í. Og ég er náttúrulega svo mikið dúkka að ég er náttúrulega bara alin upp hér í einu besta íþróttasamfélagi sem fyrirfinnst og þjálfararnir mínir í æsku eru allt þjálfarar sem eru náttúrulega mjög háu level í dag eins og Heimir Hallgrímsson, Elisabeth Gunnarsdóttir og þetta Erna Þorleifsdóttir og Stefania Guðjónsdóttir sem þjálfuðu mig mikið sem ég var ennþá yngri og þarna myndi ég segja ég hafi heldur betur dottið í lukkupottinn því að ef þið þekkið þessa einstaklingar þá eru þau bara að þjálfa stór landslið út í heim í dag og þetta svo sannarlega ekki sjálfgefið og geta bara einhvern veginn alist upp í íþróttasamfélagi þar sem maður gat bara einhvern veginn hoppað á milli æfinga, hvort sem það voru handboltaæfingar, fótboltaæfingar eða frjálsar og alltaf var maður virkur þáttakandi og ég man mjög vel eftir því að við byggum hérna upp á Ströndagötu og hefðum mjög gott útsýn út á Malarvöllinn og ég satt löngum stundum út í eldhúsglugga og beið eftir æfingu sem gæti mögulega hentað mér þó ég var ekkert endilega þáttakandi í þeim flokki að svona ef það var flokkurinn fyrir ofan eða einhver strákaflokkur sem mér leist vel á að þá fór ég og færði mig svona örlítið nær og man ég byrjaði oft hjá meistaraflokknum bara sem boltasækir. Svo þegar það byrjaði að skipta í lið og Heimir byrjaði að kasta út vestum þá vonaðist ég svo sannarlega til að vera oddatala svo að hann kannski nýtti mig. Þó ég var nú bara 12 ára, það fannst mér það ekkert vandamál, ég var alveg klár. Þannig að ég þakka auðvitað samfélaginu hérna og auðvitað foreldrum mínum og hérna manni fyrir að svona þóla mig í gegnum árin og hérna sérlega í gegnum þessu bókaskrif. Þannig að skrifa svona bók er mikil vinna en skemmtileg vinna. Hún rýfur auðvitað upp alls konar minningar, maður er að rifja upp bæði erfiða tíma en líka auðvitað góða tíma. Og það er fullt af fólki sem kemur auðvitað að þessari bók og Bjarni Helgason, hann auðvitað skrifa bókina með mér. Bjarni er sem sagt vinnur hjá Morgunblaðinu og mjög fróður íþróttir og mikill íþróttaáhuga maður. Þannig að við svolítið gerðum þetta saman og vorum bæðið að skrifa okkur fyrstu bók. Þannig að þegar við förum niður í Sölku útgáfu þá vissum við eiginlega ekkert hvað við vorum að gera eða hvað við vorum ætluðum okkur að gera en það tóku svo gríðarlega vel á móti okkur og fannst ekki spurning að taka þátt í þessu verkefni með okkur sem auðvitað ekki sjálfsagt því að það er ekki auðvelt að gefa út bók eða að fá bókaútgáfu með sér í lið. Þannig að frá fyrstu stundu þá fengum við ótrúlega góð viðbrögð. Þannig að mér langar kannski að lesa kannski stiklur bara úr bókinni. Þið eru afsakað, ég hef aldrei gert þetta áður. Ég er svona vanari að koma fram og vera með fyrirlestra og tala andlega heilsu og slíkt, en ég er svo sannarlega með frábæra fyrirmynd hérna með mér á minni fyrstu skrefum, hana Elsu Rít. Ég var svo heppin að fá að kynnast henni í gegnum hennar fyrstu bók, Sprakkar. Og það er mjög skemmtilegt að segja frá því að hann byrja að lesa að ég og Elisa eigum ótrúlega margt sameiginlegt. Þegar við hittist í fyrsta skipti þá áttum við að hittast þetta í klukkutíma en við vorum örugglega í 2 tíma.
af því við töluðum svo mikið. Og svo bauðum mér auðvitað á Bessastaði þegar hún gaf út bókina og ég fekk að hitta allar þessar glæsilegu konur sem kom að þessari bókinar. Og þá var ég mitt ólétt af yngsta barninu okkar og við deilum með því að við erum báðar 4 börn og ég á 3 drengi og hún líka og ég var þarna ólétt og hún sagði við mig, Margrét, þetta er örugglega stelpa. Ég sagði, nei, það er ekki séns. Já, sko 3 drengi, Elsa, þetta er bara formúlan. Þú sagði, nei, veistu það, við Guðni erum líka 3 drengi og svo kom stelpa. Þannig ég eiginlega vissi það að þetta sé stelpa. Þannig að þegar við hittumst hérna á hann, þá spurðum við, var þetta ekki örugglega stelpa? Og það var svo sannarlega. Þannig að við ræðum oft hvernig það er að vera 4 barna móðir annar, en ég er ekki að fara út í skáldsögunar, Elsa. Ég ætla ekki að feta í þau fótspor, en ég ætla að láta þessa bók duga. En ég ætla að byrja aðeins að lesa fyrir ykkur svona smá formúla af bókinni. Ég á 5 ára gömul þegar ég fór á mína fyrstu fótboltaæfingu og segja má að leið hafi framtíð mín verið ráðin. Alla götu síðan hefur líf mitt að miklu leyti snúist fótbolta. Ég ætlaði mér alltaf að spila með karlaliði Manchester United þegar ég yrði stór, sem segir ýmislegt stöðu kvennafótboltans þegar ég var alveg upp. Það breyttist hins vegar eftir því sem árin liðu og kvennaknattspyrnan stækkaði í heiminum. Fótboltinn lyfti mér bæði upp í hæstu hæðir og ýtti mér niður í dýpstu dalinn. Ég væri ekki sá einstaklingur sem ég er í dag án fótboltans. Ég fór úr því að skora 6 ára gömul á bæjarmóti yfir í að skora fyrir íslenska kvennalandsliðið á stórmóti. Ég spilaði með einu besta félagslið heims tíma og var landsmeistari í 3 löndum. Það sem mótaði mig samt mest er mótlætið sem ég gekk í gegnum og það er óhætt að segja að ég hafi mætt mörgum hindrunum á ferlinum. Meiðslin aftan í lærum settu stórt strik í reikninginn hjá mér og ef þau hefði ekki plagað mig, stærstan hluta ferilsins, hefði ég eflaust getað náð ennþá lengra. Þrátt fyrir meiðslin gat ég samt spila fótbolta og fyrir það er ég fyrst og fremst þakklát. Ég kynntist ótrúlegu fólki á ferlinum, bæði samherjum og mótherjum og ferðalagið allt er það sem stendur upp úr. Ég er einnig stoltust af því í dag að hafa verið hluti af þeirri kynslóð sem ruddi brautina fyrir ungar knattspyrnukonur, ekki bara á Íslandi, heldur í öllum heiminum. Þannig að eins og þið heyrið þá, og ef þið lesið bókina, að þá munið það alveg fljótt svona áttökur af því að fótbolti hefur og íþróttir hafa breyst mjög mikið. Ég vil nú meina það að það hafi aldrei verið mikil tækifæri og miklu möguleikar að ná langt í íþróttum. Við sjáum bara aðstöðuna sem að Vestmannaeyingar hafa orðið. Það við erum með innanhús gervigrasvöll í fótboltanum, við erum líka með fullmótaðan útivöll sem við getum vonandi notað í allan vetur. Við erum með glæsilegt íþróttahús fyrir handboltiðkun og fimleika og auðvitað getum við ekki verið best í öllu og það er eflaust einhver aðstöð sem mætti vera betri en svona þegar maður lítur alltaf á þessa aðstöðu þá finnst manni að hún vera mjög góð og nýji þreksalurinn til dæmis fyrir unga fólki okkar að geta farið þarna inn og stunda líkamsrækt og lyftingar, það er bara ómetanlegt og mér skilst mér að stelpurnar í öðru flokki í fótboltanum sé að spila tímamóta leik í dag þar sem þær eru að spila held ég fyrsta leikinn sem sagt útileik, vetrarleik á heimavelli. Þannig að tímarnir eru svo sannarlega að breytast og þetta eitt og sér held ég geti gefið íþróttasamfélaginu Vestmannaeyjum ótrúlega mikið. Að krakkarnir okkar, unga fólki okkur, það þarf ekkert frekar en það vill að fara upp á land og verða betri í íþróttum eða fá betri aðstöðu til íþróttiðkunar. Þannig að þetta er ótrúlega flott og vel gert hjá bara bæði IBVF og Vestmannaeyjabæ standa fyrir þessu. Mér langar kannski að lesa örlítið hérna frá svona bernsku árunum. Ég ætla að reyna að vera ekkert að lesa svo mikið, það hefur þetta langt, en svona langar bara að fara að stikla aðeins og stóru. Einn góðan sumardag þegar ég var 5 ára gömul urðu ákveðin kaflaskil í mínu lífi. Þegar ég heiti Karitas Þórarinsdóttir í fyrsta sinn. Ég var eitthvað að vesenast á milli húsa í götunni heima og við rekumst óvænt á hvor aðra í einum garðinum. Hún var á leiðinni niður á Malavöll ásamt eldri systur sinni
sem var þá að æfa fótbolta með 5. flokki, sem var þá yngsti flokkurinn kvennamegin, en 7. flokkur kvenna var settur á laggirnar 5 árum síðar. Ég var ekkert sérstaklega frakkur krakki en þarna tók ég óvænta skarið. Ég spurði þær systur hvert þær var að fara og þær svöruðu því til að þær var á leiðin á fótboltaæfingu. Ég spurði þær hvort ég mætti koma með þeim og þær svöruðu því játandi. Eftir það var ekki aftur snúið. Það var ástu fyrstu sín og ég var algjörlega heilluð á fótboltanum. Fyrstu 2 árin mín í fótboltanum var ég algjör byrjandi, en svo kom þetta hratt. Ég var 6 ára tístelpa að æfa með 12 ára stelpum, enda ekkert annað í boði en að æfa með 5. flokki þar sem það var yngsti flokkurinn sem stelpur á Íslandi gátu æft með á þessum tíma. Ég þurfti að hafa fyrir hlutunum og var harðgerðari fyrir vikið. Ég fekk að heyra það reglulega frá liðsfélögum mínum til að byrja með og það var ekkert annað í boði en að taka því. Það þurfti því ákveðið hugrekki og þor að æfa með stelpum sem voru 6 árum eldri en ég. Ég náði þeim flestum upp á hnjám en samt tók ég mitt pláss. Þetta gerði það líka verkum að þegar ég var valin í A-landslið í fyrsta sinn, 16 ára gömul, var ég ekkert að pæli því að flesta stelpunur í liðinu var að minnstakosti 10 árum eldri en ég. Ég var vön því að spila með stelpum sem voru talsvert eldri en ég og þegar ég horfi tilbaka er þetta líklega einn af þeim þáttum sem mótaði mig einna mest sem íþróttakonu. Og þetta finnst mér svona einn af þessum þáttum þegar ég lít tilbaka sem ég held að hafi hjálpað mér mjög að búa til þrautseigju og hugrekki og þor að ég finna í minni vinnu að foreldrar í dag og ungt fólk er mjög leitandi eftir þessu. Það er mjög leitandi eftir hugrekki, sjálfstrausti, þrautseigju, kannski stundum smá þolinmæði líka, en þarna held ég að ég hafi í raun og veru fengið ákveðna vöggugjöf að hafa einmitt svolítið ung, þurft að læra hratt og venjast í að vera minni og reynslu minni líka í heimi þar sem að fótboltaheimi, íþróttaheimi, þar sem að leikmenn voru stærri og sterkari. Þannig að þetta fyrir að hafa svolítið fyrir hlutunum og vera svolítið lausna með það er að finna leiðir út úr því og auðvitað með stuðningi foreldra og fjölskyldu. Það er eiginlega eina bestu gjöfum held ég sem að geta gefið börnunum sínum og fjölskyldunum sinni. Að einmitt að komast í gegnum svona erfiðleikana og svona fjöllin eins og maður segir stundum. Það gerir það enginn einn, en ef maður fær þennan stuðning og maður er hvattur til góðra verka að þá eflist maður klárlega töluvert. Og við vorum að tala um veðrið áðan og Herjólf og ég hugsa svo ótrúlega oft til þess þegar við vorum að þvælast hérna upp á landi í alls konar veðrum, í handbolta og fótboltaferðum og þú veist, við köstumst út úr kójanum í gamla Herjólfi í almenningnum og við hlógum á okkur raskandi og okkur fannst þetta svo skemmtilegt og svo fyndið og ef ykkur ældi sko, ég ætla ekki að segja hvað orð voru notuð þá sko, það var náttúrulega pínu gamli skólinn sko, en þetta hert okkur á mörgu leyti. Við sjáumst til, við myndum ótrúlega góða liðsheild, af því við þurftum líka að deila svolítið saman alls konar hlutum sem að kannski börn í dag deila ekki eins sterkt. Bara þetta þurfa að stíga ölduna saman í bókstaflegri merkingu að vera stundu saman í Herjólfi ekki bara í 3 tíma, bara í 5 tíma. Í hörkusjó og það var engin símar til að láta vita hvar við vorum stödd eða hvort við varum lífs eða liðin stundum. Og hann sem var skipstjóri Herjólfi á þessum tíma, yndislegur maður og maður treysti hann alveg fyrir lífi sínu. Og þegar hann stundum tók ræðuna að morgni að það væri börnum borð sem að væri kannski ekki í forsjá foreldra, að væri kannski betra að stíga frá borði, þá vorum við í kójanum bara leið, yes, þetta verður skemmtilega sjóferð, sko. Það var engin hræddur, sko. Það var bara hugrekkið og hvað ég segja bara, þú veist, en eins og ég segi, þetta voru þetta, svona í dag, það var að vera að þvælast á flestum degi, 3 tíma og sunnudegi heim, 3 tíma, helgi eftir helgi og auðvitað var maður stundum þreyttur á því, en þetta eru líka minningar sem ylja, þó að auðvitað stundum maður hafi verið þreyttur á þessu.
En ég held eins og það sem ég langar að lesa fyrir ykkur núna til dæmis, að ég langar að lesa smá reynslu mína þegar ég var í atvinnumennsku í Þýskalandi í einu besta liðinu þar. Og þá aldeilis lenti maður í svona mótlæti sem maður þurfti að standa og auðvitað bognaði maður alveg en blessunarlega séð brotnaði maður ekki alveg og náði að standa svona einhvern veginn í lappirnar. En mér langar að lesa aðeins fyrir ykkur í lokin smá þar. Eftir því sem meiðslin mín ágerðist í Þýskalandi því meira var ég látin æfa. Ég var send á pílatesæfingar hjá einstaklingsþjálfara á morgnana þar sem markmiðið var að styrkja grunnstoðar líkamans. Eftir tíman mætti ég svo beint á æfingu hjá Potsdam, sem var þá liðið sem ég var í, og þar var ég látin klára á æfinguna. Ég fékk stundum GPS-punkta á morgnana frá læknateyminu líka. Oftar en ekki voru þetta læknatímar sem búið var að panta fyrir mig hér og þar, en aldrei var það rætt sérstaklega við mig fyrirfram. Ég fekk bara sent skilaboð og átti gjör svo vel að mæta. Í eitt skiptið var ég send til læknis í Berlín þar sem ég fekk 10 sprautur, 5 í hvort lærið. Eftir sprautunar spurði læknirinn mig hvort það væri ekki æfing hjá mér á eftir. Og ég jánkaði því. Þú ert ekkert að fara á æfingu í dag. Þú varst í 10 sprautum hjá mér og það fínt fyrir því að hvíla bara í dag, sagði hann við mig. Þegar ég kem inn í búningsklefa uppi á æfingasvæði þá tjái ég þjálfaranum, sem hét þá Bernd Schröder, að ég ætti að hvíla í dag, samkvæmt læknisfræðinni. Hann brjálaðist og rauk út úr klefanum, ég heyrði svo í honum og læknir félagsins hnakkrífast fyrir utan klefan. Þetta endaði með því að ég tók virkan þátt í æfingu liðsins í 90 mínútur en allar æfingar hjá Potsdam á þessum tíma voru 90 mínútur. Ef Schröder var búinn að fara yfir þá hluti sem hann vildi æfa, voru við látnir hlaupa. Það kom alveg fyrir að við tækjum niðurskokk á 20 mínútum. Það var sama hvað, það var ekki stoppað fyrir 90 mínútur voru komnar á klukkuna. Og ég ekki að grínast að það voru stundu stelpur sem byrjuðu að labba eða voru að spjalla og hægðu á sér og þá kom gamli kallinn og öskraði allar stað. Það var sama hvað, það var ekki stoppað. Það skrítið er yfir upp því að þetta hljómar eins og eitthvað sem hafi gerst árið 1907 en þarna var árið 2012. Að fá óvænt skilaboð frá forráðamönnum félagsins einskorðust alls ekki við morgnana. Ég fékk oft skilaboð frá þeim á kvöldin líka og eitt skipti fékk ég skilaboð klukkan 20:00 að ég ætti að mæta sjúkraþjálfara klukkan 8:30 kvöldið. Sjúkraþjálfarinn var með aðstöðu á hótel í bænum en þarna var ég komin í náttfötin og tilbúin í svefn. Ég þurfti því að gjöra svo vel að fara í æfingadagann og bruna á hótel. Einn æfingadagur okkar í janúar er ennþá mjög minnisstæður. Morguninn mættum við á styrktaræfingu í frjálsíþróttahöll í Berlín. Í hádeginu tók svo við innanhúsæfingu á parketti sem var líklega versta undirlag sem ég gat eftir á, með mín undirliggjandi meiðsli. Seinni partinn tók svo við útiæfing en það var mjög kalt þennan dag 20 gráðu frost. Venjulega höfðum við æft á gervigrasi á þessum seinnipartsæfingum enda snjór yfir öllum grasvöllum. En Schröder ákvað hins vegar að við skyldum æfa á snæviþöktum grasvöllunum þennan daginn. Boltarnir voru eins og golfboltar, þeir voru gjörsamlega frostnir og mér aldrei á ævinni verið jafn kalt á tánum. Þið þekkið það þeir sem hafa verið í takkaskóm í snjó, það er kalt að vera í kuldaskóm í snjó en að vera í örþunnum takkaskóm, tærnar gjörsamlega frostnar. Schröder stillti upp í hefðbundna skotæfingu með 2 mörkum á vellinum. Leikmenn áttu að senda boltana samir þvert yfir völlinn og svo sem tók á móti boltanum áttu svo að reyna að skora fram á markvörðum liðsins. Allar áttu erfiðleikum með að sparka í boltan enda voru þeir gaddfreðnir en karlinn stóð þarna hliðarlinni og öskraði á okkur allan tíman. Fastar, sparkaðu fastar. Mér leið eins og ég væri komin í herinn og margar stelpur gátu ekki haldið eftir á tárunum. Ég ætlaði mér ekki að fara að gráta og þessum stað hló ég. Þetta var einhver geðshræring hjá mér, það var annaðhvort að hlæja eða gráta og ég valdi fyrirkostinn. Og þetta var svona, talandi svona hörku, þá var þetta klárlega svona yfir strikið og mjög sérstakar þjálfurinn þarna í Þýskalandi. En einhver sagði einhver staðar að það sem drifur mann ekki, það styrkir mann. Og það það sem ég hef valið að taka til dæmis út af þessari reynslu minni að láta svona hluti styrkja mig á einhvern hátt, finna leið
út úr erfiðleikunum og halda áfram. En það svo sorglegt með þetta og þessar aðstæður að þarna var að ræða besta félagslíf í Evrópu á þessum tíma, en aðferðirnar í þjálfuninni voru klárlega ekki til eftirbreytni. Heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég held ég sé bara góð í bili. Eins og ég sagði, þá ég líka með svona ráðleggingar, hvernig svona og hvað getur hjálpa manni að komast upp úr erfiðleikum. Ég get kannski lesið örstutt hérna bara rétt í lokin áður við tökum spurningar. Sú vísa aldrei nægilega oft kveðin að jafnvel í mestu erfiðleikunum og dýpstu dölunum alltaf von og ljós. Þegar ég var að jafna mig á krossbandaslitunum reyndi ég að tileinka með þetta hugafar. Ég reyndi að opna hluti sem ég hafði ekki opnað áður eins og tilfinningar og ég var staðráðin í því að láta mótlætið styrkja mig. Auðvelda leiðin fyrir okkur Elísu systur, af því Elísa sleitt líka krossbönd stuttu fyrir EM í Hollandi, hefði klárlega verið að sleppa því að fara til Hollands og forðast alla umfjöllun mótið. Við fórum hins vegar út og tókum þetta alla leið. Við fórum á stuðningsmannasvæði Íslands fyrir leikina, við fórum í viðtöl, við vorum í miðri stúkunni í bláa hafinu á öllum leikjum Íslands. Því að horfið tilbaka var þetta besti skólinn. Vissulega tók þetta á, en eftirleikurinn var auðveldari fyrir vikið. Við tókumst af erfiðleikana og við ákvaðum að rífa plásturinn hratt af. Það var sárt í fyrstu, en skilaði sér margfalt tilbaka. Þannig að eins og þessar ráðleggingar, þá ég svolítið að miðla til þess að svona horfast í augu við óttann. Finna leið, horfast í augu við óttann, að því þarna fórum við inn í það sem var eiginlega okkur auðvitað erfiðast á þessu tímapunkti að fara á Evrópumótið, vorum ekki að spila, en þurftum eiginlega að upplifa það samt af fyrstu hendi að ég man svo vel þegar við komum heim að þá var allt svo miklu auðveldara. Þá vorum við búin að rífa plásturinn af, við vorum bara búin að hitta alla, svara spurningunum, var búið og við gátum svona einhvern veginn hafið okkar endurhæfingu og okkar endurkomu og sett svona fullan fókus á það. Þannig að þetta svona eitt af þessum dæmum sem ég tek í bókinni, þar sem ég með svona ráðleggingar eða hvað hjálpaði mér á ákveðnum stöðum. En þetta hljóma kannski og hvað ég búin að taka fyrir í dag kannski meira svona erfiðleikarnir, en bókin líka stútfull og gleði og þakklæti og fyrst og fremst ég þetta bara þakklátt fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að vera íþróttakona og fyllt hjartanu og fengið að gera það alla leið eins mikið og það var hægt á þeim tíma sem ég var í þessu og fá svona ryðjuákveðna braut fyrir aðrar ungar íþróttakonur á Íslandi sem hafa síðan tekið keflið og farið enn lengra með það. Þannig að það ótrúlega mikil gleði í bókinni og margir sigrar og ég bara þakklát og auðmjúk eftir þessi skrif. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig, ef það eitthvað spurningar þandilega hendur ég mála. Menn brennandi spurningar hérna, já. Sælvættu. Ég las þessa bók fyrir nokkrum mánuði síðan. Hún kom mér mjög óvart. Hún mjög einlæg og það annað sem við kannski áttum okkar á sem fylgdust mjög mikið leiðir. Að þessi grálætu meiðsli, þeim var ekkert hægt á lofti, þú bara skoraðir og skoraðir, þetta meitt. En ég vilja sjá líka þessa bók, hún færi víðar í hreyfinguna, því þetta geysilega mikið fróðleikur fyrir yngri yrkendur að lesa þessa bók. Og að því þú myndist nú á gervigrassið, þá bara vil ég halda því á lofti, mamma er nú vinna þeir sem koma þessi gegn, að núna við að spila í Faxaflóamótinu. Nú spilum við alla leiki hérna í Eyjum og það bara miklir peningar sem skiptir okkur miklu máli. Og ég ætla bara að vera svo stórtækur að segja við vartilega það við búin að eiga margar glæsilega íþróttamenn í Eyjum. Í mínum huga það þrír sem standa upp.
Það er Torfi Bryngilsson, Ásgeir Sigurðsson og Margrét Lára Viðarsson. Ég get eiginlega ekki svara þessu en Takk fyrir þetta, Margrét Lára, og ég er ekki eins og Þór, ég er ekki búinn að lesa bókina, en ég hlakka því. En ég bara þakka þér bara fyrir að vera þú og vera til. Sko, hann, Þór nefnir þarna íþróttafólk sem hann telur skara fram úr hérna í Vestmannaeyjum og ég ætla ekki að deila það, en ég held við gerum okkur ekki oft grein fyrir því hvað við eigum marga sendiherra. Við getum, bara ef við förum aftur til ársins 1936, sko, nú er ég ekki alveg með tölurnar á hreinu en ég ætla að slá þessu fram. Það fer 20 eða 25 manna hópur frá Íslandi á Ólympíuleikana mjög umdeilda í Berlín 36. Af þeim hópi voru 6 frá Vestmannaeyjum, sem sýnir að áhuginn fyrir íþróttum sem sagt á sér djúpar rætur hérna. Nú, Ásgeir, Hemmi, Margrét Lára, Heimir Hallgríms, strákarnir sem eru núna í þýska boltanum og víðar, að nú við getum líka nefnt bara fólk eins og Június Meyvant, Silju Elisabethu, bara þetta eru nöfn sem að koma upp í hugan mér, en þetta eru allt sendiherrar Vestmannaeyja, hvar sem þau koma, og við skulum vera svolítið stolt af þessu fólki því að þetta fólk elst í okkar umhverfi, í okkar samfélagi. Hér verða þau til. Nú, ég er ekkert að gera lítið fólk og Viðari og Guðmund í því að í uppbeldinu, en hérna er kraftur og hérna er hvati til þess að fólk reyna að standa sig vel og þú ert verðugur fulltrúi þessa fólks. Takk.